Í þessum þætti ætlum við að fara á alþjóðlega hundasýningu Hundaræktarfélag Íslands í Reiðhöllinni í Víðidal. Megin tilgangur hundasýninga sem þessarar að meta hundana út frá ræktunarmarkmiði hvers kyns og leiðbeina ræktendum þannig í starfi sínu. Stemmingin var skemmtileg og mátti finna mikið af flottum hundum á sýningunni. Hundaræktarfélag Íslands sem sagt 45 ára gamalt. Félagsskapur allra hundaeigenda á Íslandi. Með stærsta hlutverki félagsins að halda vörð og standa vörð ræktun, hundaræktun, hreinræktaðra hunda. Og það má í rauninni segja að sýning á borð við þá sem þið hafið fylgst með þessa helgi, hún í rauninni uppskeruhátíð ræktenda og eigenda, vegna þess að hér eru sýndir fulltrúar þeirra tegunda sem eru skráðir hjá félaginu okkar og það sem sagt í fyrsta lagi þá gengur hundasýningin út á það að dæma og gefa hverjum hundi sig, öllum þeim 700 hundum sem hér voru sýndir helgina, þeir fengu allir umsögn og einkunn í framhaldinu. Nú, þegar búið að gefa einkunnir þá keppa þeir sem ná tilskildri einkunn í sínum flokki og síðan innan tegundarinnar milli besta hunds og besta hunds gagnstæðs kyns og þessir hópar koma síðan hingað og keppa í tegundarhópunum og það endar með að uppi stendur einn sigurvegari sem besti hundur sýningar og það eins og þið getið ímyndað ykkur, það langur vegur frá því að byrja sem fulltrúi í sínum hópi og að komast hérna upp sem besti hundur sýningarinnar. Ekki mikil vinna að baki svona sýningu? Jú, það mikil vinna. Það liggur ómæld vinna í rauninni þeirra sem að standa að þessu í félaginu okkar og það eru deildirnar, það sýningarstjórnin okkar og þetta allt fólk sem að vinnur þetta allt saman í sjálfboðaliða starfi og þetta í rauninni lífstíll. Það að stunda hundamennsku lífstíll, en þetta líka ofsalega gefandi og gaman. Og svo sannarlega maður dauðþreyttur að lokinni hundasýningu á sunnudagskvöldi en alsæll. Nú þú bæði hundaþjálfari og eins annarlegur hundaræktandi og búin að vera ansi lengi í því og ná góðum árangri. Hvað þarf hundaræktandi eða hvað prýðir góðan hundaræktandi? Hvað bakvið þetta allt saman? Bakvið þetta náttúrulega að hafa óendanlegan áhuga á hundum og svo til þess að byrja ræktun það að ná sér í góð lífdýr og við flytjum öll okkar lífdýr inn og við höfum verið heppin að kynnast mjög góðum ræktanda út í Bandaríkjunum sem við höfum tekið hundana frá. Og svo kemur þetta heim og maður elur þetta upp og sér hvort það passi saman og það sem þarf að passa, náttúrulega geðslægið númer 1, 2 og 3 alltaf. Og svo að heilsufarið sé í lagi og svo hvort að einstaklingarnir passi saman og svo þegar þú ert búin að para og koma með hvolpa þá það að finna góð heimili og styrkja nýju hundaeigendur og styðja og fylgjast með þeim allan sólarhringinn og við erum með þjónustu 24/7 eins og sagt ef það eitthvað að og hjálpa þeim og koma þeim inn í hvort þau ætla að fara í einhverja þjálfun eða koma á sýningar annað þá hjálpu því og þetta til þess að verða stigahæsta ræktandi þá þarf að ýta alveg opboðslega mörgum inn á sýninguna því það telja stigin sem þeir fá. Eins og í þessum tegundum sem við erum að rækta núna ástralskan fjárhund og border collie þá þeir eru allir mjaðmamyndaðir og þeir þurfa að hafa A, B, C og D mjaðmir við ræktum bara undan A og B mjaðmir. Svo eru þeir augskoðaðir og þegar þetta allt í lagi litasamsetningin passar og maður spekulerar í því og svo ættirnar aftur í tíman og við erum hrifin af því að rækta inn að þetta sé alltaf aðeins skyldleikarækta til þess að halda því sem okkur þykir fallegast eins og þessi hundur hérna sem með fullkominn haus. Þið notið svona línuræktun? Línuræktun, já.
og fyrir þá sem eins og hvað hérna óflugur frá Flugumýri sem gaf alltaf sama lit. Þannig að við erum daldið í þá átt. Af því að ef maður para saman allt og ólíka hunda, það er eiginlega eins og að hrista bara og kasta tening. Þeir eru svo ólíkir einstaklingar. Við erum alltaf að reyna að ná samstæðum einstaklingum og sem verða helst betur en foreldrarnir. Það er markmiðið. Fullkomin haus á hundi, altså það er skrifaður staðallega standard fyrir hvert hundakyn og þegar hann kemur á ræktunarsýningu þá er hann alltaf að keppa við staðalinn, við standardin. Þannig að sá sem er með fullkomin haus eða fullkomna lappir, það er nákvæmlega eins og það er skrifað í ræktunarmarkmiðunum. Svona sýning eins og þessi, hvernig undirbyrðið þið fyrir svona sýningu? Við náttúrulega undirbúum okkur með því að þjálfa hundan á að vera í taum, stilla þeim upp og standa og svoleiðis og svo þarf að þrífa þá, baða og blása og klippa til þess að þið lítið sem best út. En þetta er bara langklöp, maður undirbýr sig ekkert undir eina sýningu, maður er bara alltaf að vinna í þessu alla daga. Walk without rhythm, it won't attract the worm. Walk without rhythm, and it won't attract the worm. Walk without rhythm. Jæja, Ágústa, hvað ertu búin að vera í þessu lengi? Herri, ég er búin að vera í þessu síðan 2001. Hvað var þið svo byrjaðir í þessu? Herri, við erum bara slísuðust inn í þetta. Fengum okkar fyrsta hund, þannig að 2001, sem var amerísku kokkar. Og síðan plataði ræktandinn hérna okkur til að sýna og það var eiginlega bara að geta aftur snúa. Hvernig undirbýrðu þið fyrir sýningu á hundi? Herri, við þurfum náttúrulega að taka bara léttar æfingar eiginlega á hverjum degi. Og það er náttúrulega númer 1, 2 og 3 að hundunum finnist þetta skemmtilegt, annars verður þetta bara alveg hundlegilegt. Og síðan eru sýningaþjálfanir á vegum margar deilda innan HRFÍ sem maður getur mætt á með hundunum sinn og æft með öðrum. Hvað finnst þið svo mest krefjandi við þetta? Það er bara einbeitingin. Maður verður að halda einbeitingu og halda hundinum í góðu líkamlegu formi og andlegu. Og svo þarf maður sjálfur að vera í lagi inn í hring, svona andlega. Getur þetta verið stressandi? Mjög stressandi. Er eitthvað svona eftirminnilegt atvik sem hefur komið upp á sýningu hjá þér? Þá slæmt eða gott. Það er bæði. Náttúrulega við höfum unnið 4 sinnum alla sýninguna, bestu hundasýningar. Og síðan náttúrulega hefur alveg komið atvik þar sem að dettur eða missir hundin úr taum og svona ýmislegt. Ég var að keppa í ungum sýnendum. Það er keppni á milli krakka sem er 10-17 ára og það skipti í 2 flokka, yngri og eldri hóp og það er sem sagt keppt besta sýnandann. Og þar erum við að sýna hundana eins vel og við getum, það er ekki verið að dæma hundana, bara sýnandann. Já, bara sýnandann? Já. Hverju verður að horfa eftir? Það er verið að sýna bara að sýnandi geta sýnt réttar hreyfingar hundunum, sýnt bit, vita eitthvað um tegundina til dæmis, stillinni rétt upp og sýna rétta byggingu á hundunum og vita svona einkenni hundsins og hvað að gera og hvað ekki gera og bara eins og við fengum skiptuhunda þá fáum við bara hund í hendurna sem við þekkjum ekki og þá hefur við bara að reyna að höndla hann og bara sýna okkar bestu getu. Það sýnir eins og bara, þú veist, getu sýnandans að geta sýnt hund sem hann þekkir ekkert. Hvað verða við þennan hund sem fékk hann til þess að vinna? Hvað var það sem að dómararnir sáu við hann? Hann er til dæmis með rosalega góða hreyfingar fyrir sína tegund og er rosalega vel byggður. Hann er með falleg eyru og hann er þetta tegundin Papillon og merki tegundarinn eru þessi eyru og eyrnahárin. Papillon er franska yfir fiðrildi og þetta er hundur sem tilheyrir grúpu 9 sem eru selskapshundar og eiga að vera bara félagar. Sem því að þeir verða með rosalega gott skap, verða að vera svolítið svona til í allt og vera svolítið svona góðir. Og hann er með alveg einstakt skap þessi hundur og er með frábæra hreyfingar og er mjög vel byggður.
Það held ég það sem hafa hyllað þessar dómara sem voru að dæma þá, sko. Akkurat. En hvernig eins og með fatnað? Maður sér að sýnendur eru allir rosalega fínir. Já. Einhverjar reglur í varðandi fatnað? Oft erum við með ákveðna svona staðla upp á, eins og það mælt með því að eins og stelpur sem ætla að vera í pilsum eða kjólum, að þau nái svona að hnjám upp að það þú getur beittið fram án þess að það fara allt ofulega og svona. Og svo viltu yfirleitt reyna að vera í litum sem ekki alveg eins og hundurinn, þannig að þú sért kannski ekki í svörtum buxum við svartan hund og svoleiðis. Þannig að þetta svona, og það hefur verið voða vinsælt núna upp á síðkast þegar verið alls konar litum, upp að þá ert að skera það út, þá ert ekki að í rauninni að blanda saman við hundinn, og ert að gera svona, þú ert í rauninni að búa til fallegan bakgrunn. Þetta svolítið hugsað þannig. Mér langaði að spyrja þig út í hvað þú varst að gera í hringnum áðan. Ég var að keppa með tíkina mína, border collie tíkina mína í hlíðinni 1. Það er sérstakur áfangi í að gera hana hlíðinni meistara og til þess þá þurfum við að ná hlíðinniprófinu 3 sinnum og fá minnst að kosti 160 stig. Ég er ekki viss að við höfum náð því núna. En út á hvað gengur þetta próf? Þetta gengur út á ákveðnar æfingar og skipanir og við erum lengi búin að þjálfa þetta og æfa og við æfum hverja æfingu fyrir sig og síðan þegar hundurinn er orðinn góður í æfingunni þá byrjum við að tengja þær saman og úr því verður þetta prógram sem við vorum að... Hvaða æfingar er þetta til dæmis? Já, við byrjum á því að fara með hundinn og dómari skoðar í honum tennur. Það er fyrsta æfing. Síðan liggja þeir saman, hundarnir í hlíðinni 1. Það þurfa að vera minnst að kosti 3 hundar og þeir liggja saman í 2 mínútur og eigandinn fer frá þeim eða stjórnandinn fer frá þeim og hundurinn á að liggja, hreyfingar án þess að hreyfa sig á stað. Síðan þegar þessar 2 mínútur eru liðnar þá fáum við skipun að ganga tilbaka og við göngum 2 skref aftur fyrir hundinn. Síðan fáum við skipun að ganga til hans og hann á alltaf að liggja og svo fáum við skipun að láta hundinn setjast upp og þar með er æfingi búin. Er þetta ekki svolítið stressandi stundum? Það er náttúrulega stressandi, jú, það er bara stressandi eins og þegar maður fer í próf og þetta á það sama við að maður er að keppa á hesti. Maður þarf að vera alveg pollrólegur til þess að hundurinn sýni sitt besta. Og finnst þér ekki eins og þetta styrkir kannski sambandið, svona æfingar? Jú, það gerir það og maður fær ekkert hund til þess að vinna með sér á gleði nema maður sjánaði með þetta og sé í góðu sambandi við viðkomandi hund. Við tökum ekkert bara einhvern hund og gerum þetta. Það voru yfir 60 hundar sem ég var að dæma og af alls konar tegundum. Þannig að þetta er bara bæði búið að vera gaman og skemmtilegt. Þetta er svona hvolpar, svona gaman að dæma þá, þeir eru svona nýir. Eftir hverju eru þið að leita? Hvað prýðir góðan hund og góða sýningu? Sko, það fer náttúrulega eftir tegund á hundinum og það er viss standard sem við þurfum að fara eftir. Þessi tegund á hún á að líta svona út, eins og standardin segir. Og svo framvegis, þannig að við þurfum að kunna standardin á þeim tegundum sem við erum að dæma. Það sem við líka tókum eftir að sýnendurnir, þeir eru ekki síður glæsilega dressaðir heldur en hundarnir. Er það eitthvað sem leggir mikið upp úr? Já, þetta skiptir svo miklu máli, sambandi milli hunds og manns. Ef hann er vel sýndur og þá nær sýnandinn að draga fram kannski alla þá bestu kosti og fela alla gallana líka. Flottur sýnandi, hann veit hvað hann er að gera. Þannig að það skiptir máli hvernig hundur er sýndur og svo er náttúrulega ofsalega gaman að fá snyrtilegan sýnanda inn í hringinn með vel snyrtan og hreinan og fallegan hund sem að líði vel og er glaður. Þannig að það er mjög gaman að dæma svoleiðis. En ef þú segir okkur aðeins frá þessum borðum, hvað þýða þeir? Heyrðu, eins og hér í kvöld, þá fá allir hvolpar frá þátttökuborða
sem bara svona slaufa sem allir fá. Svo fá þeir fyrsta sæti og annað sæti og ef þeir fá fjólubláan borða það þýðir heiðursvelun þá það þýðir alveg mjög lofandi hvolpur. Þannig að það er eins og morgun, þá geta þeir fengið íslenskt meistarastig og alþjóðlegt meistarastig sem þýðir eitthvað mjög gott og þú vilt fá það. Þá er þetta viðurkennt ræktunardýr. Viðurkennt ræktunardýr hjá kannski þessum dómari. Þessi dómari hann ráðleggur þér að þetta sé flott eintak sem þú ert með. En til þess að eins og verða íslensku meistari þá þarftu að fá 3 íslensk meistarastig frá 3 dómurum frá sitthvoru landi og það er sama með alþjóðlegu meistarastigi. Það má vera að þú þarft 4 og 2 mega vera frá sama landi, dómarar frá sama landi. Og það þarf að líða meir en heilt ár á milli stiga, á milli fyrsta og síðasta stigs. Hérna ertu með ungan hvolp, íslenskan hvolp. Viltu segja okkur aðeins frá honum? Frá honum, hann er 4,5 mánaða og alveg æðislegur ekki, mjög geðgóður og bara ótrúlega típiskur íslenskur rakki. Hann er eins og flesti hvolpar á þessum aldri, það byrjar að vera svolítið gelgjulegir, fá stór eyru, svolítið lappalangi með mikla lappir á það, illa við lappindar og svona, en alltaf krúttlegir. Nú sé ég að þið eru bæði ansi vel skreytt, þið voruð að koma úr sýningu, hvernig gekk? Já, það gekk rosalega vel, hann var besti hvolpur sinna tegundar og er að fara að keppa í úrslitum á eftir. Hvorki meira en minna. Segðu mér Anna, þú sem ræktandi á íslenska hundinum, hverju er verið að horfa eftir, hver er ræktuna markmiðin þegar verið að rækta hund, hverju horfið eftir og hvað vil ég sá, var þetta skapgerð, útlit og eiginleika? Sko, þegar við skoðum hvolpa þá viljum við hafa þá í réttum hlutföllum. Þeir með ekki voru of lágfættir og þeir með heldur ekki voru of langir eða stuttir á hrygginn. Það þarf að vera svolítið samræmi þarna á milli. Og ég vil helst hafa lappirnar á hundunum 50% af hæð búksins. Við viljum hafa hvolpinn með upprétt eyru, þeir með ekki vera lafandi og hringaskott. Og það eru ekki allir íslenskir fjárhundar með hringaskott, en þeir eru flestir með góða skottstöðu, sem bera skottið svona upp á bakið. Þó að það verði ekki alveg hringa, eins og hann mætti vera með hringar og skott, en hann með góða skottstöðu þó hann sé ekki að sýna það núna. Já, ef þú lýsir fyrir mig, hver er svona dæmigerð skapgerð íslenska fjárhundsins? Þeir eru mjög opnir, þeir vilja tala við alla. Það er alveg það er alveg, ef það kemur innbrottsþjófur til því, hann geltur og geltir þegar hann er kannski að reyna að komast inn, en þegar innbrottsþjófurinn er komin inn þá sleikir hann alveg í tætlur, Það er bara, þeir eru svolítið þannig, þeir eru svo opnir bara við ókunnuga og fjörugir, glaðir, þeir eru yndislegir heimilshundar, kúrufélagar, kannski ekki alveg sem maður hefur upp í rúmi því að þeir vilja ekki vera upp í rúmi þegar þeim verður svo heitt að það vera undir sæng. En frábær félagi og sérstaklega fyrir fólk sem er að fara í göngur og upp á fjöll og bara þeir eru svolítið svona fyrir allt sport. Þeir þurfa talsverða hreyfingu og svona? Ekkert eitthvað brjálæslega mikla. Ég er ekki alveg á fullu alveg með mína hunda einhver svaka göngum og eitthvað svoleiðis. En þeir vilja, það sem að íslenski hundurinn vill helst er að vera með manni og vera hjá manni, að vera að gera eitthvað með manni. Þeir eru rosalega vinnufúsir og vilja gera allt fyrir mann og ef þeir fá ekki vera með manni þá líður þeim svolítið illa. Ef maður, geymir þá einhver staðar eða skilur þá eftir einhver staðar, þeir vilja bara alltaf vera við lappirnar á manni. Það er bara mikla félagsverur. Já, þeir eru það. Já. Við, hérna á Íslandi getum við selt við ræktendur allt gotið út án þess að selja hérna á Íslandi. En við viljum náttúrulega hafa hundan okkar hérna líka á Íslandi og halda í góða típu hérna á Íslandi. En það eru sumir ræktendur sem er að selja mikið út og það er rosalega gott því að við viljum líka styrkja stofninn úti. En útlendingarnir eru alveg brjálaðir í íslenska fjárhundinni. Þeir eru alveg brjálaðir meðan að Íslendingurinn er ekki alveg, íslenska þjóðin er ekki kannski alveg, metur hann ekki eins mikið. Og svona kannski fussur og sveigja stundum þegar maður segir að maður er Íslending. Sem ég finnst algjör synd því að þetta eru yndislega skepnur. Það eru kannski gaurar eins og þessi sem eiga kannski eftir að breyta þeirri hefð, fleiri kannski vilja fá. Það er einhver gömul mýta þar sem að fólk talar að þeir séu geltandi allan daginn. En það er bara ekki svoleiðis. Ég myndi ekki nenn að vera með marga hunda inni hjá mér eða vera geltandi 24/7 Það er bara, þeir gelta alveg, þeir geta gelt eins og allir hundar og það er alveg stutt í gelti hjá þeim en þeir eru ekki geltandi allan daginn. Þetta er hún Mía, hún finnst standardpúla
og er semst bara að reyna að spreyja hárspreyið úr henni af því hún er semst búin, þannig fyrir úrslita eftir og hárspreyið fer svo illa með feldinn, þannig að reyna að spreyja það úr og spreyja svo aftur í eftir þegar hún fyrir úrslitin. Veistu hvaðan eins og þessi greiðsla sem hún er með, er þetta eitthvað svona standard fyrir þessa tegund? Já, þetta er til 2 típur, þetta er þessi sem European snitting sem þessi, svo er til Continental og þá er þetta sem því svona dúskum, eins og í bíómyndunum og teiknimyndum og svona og það þykir flottara oft sko, en hún er bara ekki með ná mikið feld í það, greið, hún er svo ung. Hún verður kannski þannig seinna. En er þetta ekki svolítið mikið vinna að gera feldinn svona flottan? Jú, hún fór í snirtingu í gær og var í 4,5 tíma. Og var ekki alveg tilbúin þegar það var náði í hana, en slapp alveg. Hvernig finnst henni um þetta? Er hún orðin vön þessu? Já, hún er mjög vön sko, hún er mjög góð sko. Þetta er annars skipt sem ég er að hitta hana og hún er bara búin að vera mjög góð sko. Þannig að þú í rauninni átt hana ekki? Nei, ég er að sýna fyrir Anna. Og finnst þér algengt að fólk kannski á hundar sem að væri flottir í sýningu en vilja ekki sýna sjálf? Finnst þér algengt að þau fái bara aðra þess að sýna? Já, fólk svona er stressað, fólk treystir ekki í þetta, fólk vill ekki læra þetta og fólk finnst oft bara þægilegt að vera á hliðarlínunni. Líka svo eigandan hennar hefur áhuga á þessu en hún er samt ekki á staðnum sko. Hún veit bara hafa fréttir eftir á. Því að hún er svona, hundurinn er með mömmusjúkur, þannig hún er þarf að fara. Þannig að það er ekki hennar val þó hún hafi áhuga á þessu. Og henni fannst það bara fínt að fara og svo lætur hann bara vita eftir hvernig gekk. Og þið fyrir sérst að fara í úrslit? Já, hún fyrir mjög úrslita eftir í besta keppið tegundahópnum með smáhundunum. Púlarnir eru með smáhundum í tegundahóp og tegundahóp 9 og eru að keppa það. Og ef hún vinnur það þá fyrir henni besta sýningar seinna í dag. You can blow with this, you can blow with that. You can blow with this, you can blow with that. You can blow with this, you can blow with that. You can blow with us. You can blow with this, you can blow with that. How has it been for you here in Iceland? Wonderful, fantastic. You have a small number of dogs, but you have some very nice quality of dogs, okay? I judged the German Shepherds today. I also judged the group, so I'm very pleased to see it winning Best in Show because I thought the standard of the German Shepherds, I had 21 of them today in the short coats and 9 of the long coats, and the standard was very, very high. Particularly in the males. The females weren't quite as high as the standard of the females, or the males, right? So with the judging, it's a lot of travel, right? Absolutely. We have the most incredible hobby. We have friends all over the world. This is my first time to Iceland, and hopefully I'll be back again sometime because I have to say the people were lovely, the exhibitors were lovely, and they took our criticisms. But I also would like to congratulate your Kennel Club because you know, you've got a lot of hard-working people here. To run a show like this, it doesn't just happen. At the dinners and things that we've had, it's not easy to have halls here. Your laws and regulations against dogs, or not against dogs, but for dogs, it's not that easy to find a venue and things like that. I know on the Friday night when we arrived, there were a lot of people down here working because they didn't get into the hall until 6 o'clock. They were here until midnight setting up the show, so well done to your Kennel Club. Jæja stelpur, hvað var að gerast nú rétt í þessu? Þessi fíni hundur hérna var að vinna besta hundsýningar. Innilega til hamingju með það. Hvaða vinna er að baki svona árangurs? Það þarf náttúrulega að halda þeim í formi og Sheffer þarf að vera í gríðarlega góðu líkamlegu formi til þess að komast svona langt. Þannig að það er mikil vinna, hjóla og synda og ég veit ekki hvað og hvað. Og svo náttúrulega þarf að sýningaþjálfan, hann hægir sig vel inn í hringnum og það hefur bara skilað sig vel. Hvað hefur þessi hundur eins og fram yfir aðra? Hann er náttúrulega með alveg óbáslega gott gæsla, alveg yndislegt gæsla og svo er bara þjálfunin og annars skiptir rosalega miklu máli og vita hvað maður er með í höndunum og hún veit alveg hvað hún er með og hún á alveg svakalega heiðurskilið og hún er búin að standa þess rosalega vel með hann og náttúrulega líkamsbygging og annað, þetta er náttúrulega helst allt í hendur að allir hlutir séu gerðir réttir og þannig að þú veist, þetta er að skila sér. Já. Og hvað á að gera fyrir hundinn eftir helgina? Hann fær eitthvað svakalega góðan mat í kvöld allavega og fullt af kosum og knúsum. Það búið að hringja á holtið, já, og svo fær hann alveg pottið að fara út að synda á morgun ef við kemur heim úr vinnunni, þannig að það gerum við eitthvað svaka skemmtilegt. Já, hún er ánægð með það. Já. Innilega til hamingju með árangurinn. Takk fyrir. Takk fyrir Killa. Nú erum búin að vera hérna í 2 daga og sjá, ég veit ekki hvað marga hunda.
Þetta er búið að vera mjög gaman. En hvað svona, ef þú mættir bara taka þér einn af sýningunni, einhverja tegund, hvern myndir þú velja? Þetta flókið spurning bara. Ég fyrir það fyrsta, þá veit ég ekki hvað helmingurinn af þessum tegundum heitir. Þetta er Það er komið svo mikið nýtt náttúrulega, alltaf komið eitthvað nýtt. Já, því litrík flóra. Já. En ég veit ekki. Eitt stóran og eitt lítinn. Já, eitt stóran og eitt lítinn. Já. Gutti minn er alltaf að vera öflum að fá pökk. Já. Þannig að litla hann að krumpa. Já. Að ég myndi ekki taka hann bara. Já. Fyrir strákinn. Þessi afganhundar rosalega fallegir, sko. Já, við sáum alltaf svartan afgan. Já, svartan afgan. Fatta maður loksins hvað Bubbi var að syngja um. Þú flýgur á brott með syndum mínum svartur afgan. Já, þetta er að vera syngja hund. Ég held það. Þetta er eitt stór misskilningur bara. Ég held það. Já. Nei, veistu, ég myndi vilja Gordon Setter. Já. Og ætli ég myndi ekki taka með mig franska bólabít. Líklega þarna. Já, svona kubbarnir. Það er greinilegt að hundamenningin fer ört stækkandi á Íslandi og margir vinklar á henni. Flóran er mikil og ótrúlega margir flottir hundar, já og sýnendur. Einnig er gaman að sjá hversu mikið er lagt í svona sýningar og hversu mikill áhugi er hjá fólki að halda utan um ræktunarmarkmið hverrar tegundar.